Ekki allt sem sýnist. Til dæmis í venjulegu vatni. Hér ég með ósköp venjulegt vatn, kranavatn, svona það byrju stofuhita eða svo, bara tekið úr venjulegum krana, því svolítið kalt kannski, kaldara. Nú helli ég þessu hérna í glas og þegar við horfum svona á þetta þá sýnist okkur þetta vera allt saman með kyrrum kjörum, þannig að sé ósköp lítið að gera. Og það sama við með, ef við tökum heitt vatn, svona, burtséð frá því að hér kemur svolítið gufa svona, þá virðist okkur nú ekki vera mikið að gerast þarna. Þannig sé allt frekar rólegt. En eins og ég sagði, ekki allt sem sýnist. Þarna frá sjónarhóli efnafræðinnar er nefnilega heilmikið að gerast þarna. Og þetta getum við svona fengið smá tilfinningu fyrir eða vísbendingu með því að nota hérna efni úr eldhúsinu. Til dæmis svona rauðan matalit eða grænan. Svona. Og það sem við gerum einfaldlega núna er að taka svolítið af þessu efni, rauð matalit, og setja út í bæði glösin og fylgjast með litnum. Set svona eins og kannski 4 dropa þessu, 2, 3, 4 og 1, 2, 3, 4, svona einhvern veginn. Og nú skulum við bara fylgjast með þessu í smá tíma og þið sjáum við vantarlega greinilega mun. Í glasinu með kalda vatninu virðist vera mun minni hreyfing. Rauði liturinn, hann dreifist ekki eins hratt út. Hér nánast allt orðið rautt. Maður getur veltið fyrir sér, af hverju þetta svona? Og skýring efnafræðinnar býsna einföld. Hún nokkuð eins svona. Þetta efni hérna, rauði matalitur, í raun sameindir, matalið sameindir, og vatnið okkar eru vatnssameindir. Í kalda vatninu er vissulega hreyfing á vatnssameindunum, en mun meiri í heita vatninu. Þannig að þegar við setjum matalið sameindirnar út í vatnið, þá dreifa þær mun örar úr sér í heita vatninu vegna þess að þar er miklu meiri ferð á vatnssameindunum, það rekast af meira afli og það rekast oftar á matarlitsameindirnar okkar, með þeim afleiðingum að þær dreifast mun fyrr heita vatni heldur en kalda vatni.